Getur Jesús fyrirgefið hvaða synd sem er? Þetta spurning sem stundum kemur upp og fyrir henni eru yfirleitt ein af tveimur ástæðum. Fyrri ástæðan sú að sá sem spyr hefur drígt einhverja synd, gert eitthvað sem rangt og viðkomandi finnst þetta vera það rangt og það slæmt að hann óttast að hafa drígt synd gegn heilugum anda, synd sem ófyrirgefanleg, eitthvað sem Jesús ræður ekki við og getur ekki fyrirgefið. Og ef það tilvikið, þá svarið alltaf, já, Jesús getur virkilega fyrirgefið hvaða synd sem er. Þú ert ekki meiri en Jesús, þú ert ekki stærri en hann, þú getur ekki gert neitt sem að Jesús ræður ekki við. Þú getur ekki gert drígt synd sem svo slæm að Jesús getur ekki borgað fyrir hana með sáttafót sinni og að hann getur ekki gert upp fyrir þig. Jesús getur það alltaf. Hann hefur fórnað sjálfum sér í eitt skipti fyrir allar syndir og einnig fyrir þá synd sem að þú berð í samvisku þinni. Það hefur Jesús gert og þú getur treyst því að hann muni fyrirgefa þér. Hins vegar getur verið önnur ástæða fyrir því að þú spyrir þessara spurningar. Og ástæðan getur verið svo að þú hafir ekki gert neitt sem þú óttast þessi synd gegn heilugum anda, heldur að þú viljir gera það. Þú sért að leggja á ráðin það og íhuga hvort að þið eigir að ganga það langt. Og þá að sjálfsögðu svarið áfram samt sem áður, já, Jesús getur fyrirgefið einnig þessa synd. Hættan hins vegar sú að ef þú ert að leggja á ráðin að dríga synd, þá hafir þú nú þegar forhert hjartað þitt og þú hafir varnað sjálfið þér að geta iðrast syndaðina. Það það sem forherðing, að geta ekki lengur iðrast. Og ef að þú gerir þetta, ef þú leggur á ráðin gegn Guði, leggur á ráðin það að synga gegn boðum hans þótt að þú vitir betur, vegna þess að þú hugsar, ég fæ fyrirgefningu syndana, þá neyðistu til þess að forherða hjartað þitt til þess að geta gert það. Og það hættan við það að synga upp á náðina eins og við köllum það, að maður forherðist gegn Guði og vilji ekkert með hann hafa að gera. Ef það tilvikið, ef það það sem gerist, þá hefur maður virkilega drígt synd gegn heilugum anda vegna þess að maður vill ekki fyrirgefningu syndana. Við viljum ekkert með Guð hafa og það eitt synd gegn heilugum anda. Og svo lengi sem við erum í þeirri stöðu að við viljum ekki fyrirgefningu syndana, þá búum við og lifum við synd gegn heilugum anda. En hún ekki þannig að það sé ekki hægt að iðrast, jafnvel fyrir það. Sumir koma til iðrunar og koma til afturhvarfs jafnvel eftir að hafa drígt slíkar syndir viðsvitandi og gegn samvisku sinni og gegn náð Guðs. En margir gera það ekki og hverfa úr kristinni trú. Þess vegna það mjög varasamt að synga upp á náðina og gera það sem maður veit rangt og sérstaklega að leggja á ráðin það. Hafið þið gert það, skaltu biðja Jesú fyrirgefningar. Hann mun taka við þér, það engin spurning. Kannski þarftu jafnvel að ganga til press og ganga til skrifta og biðjast fyrirgefningar frammi fyrir presti og muna þá leggja hendurnar á höfuð þitt og boða þér fyrirgefningu syndana persónulega. Það aldrei of seint að snúa aftur til Krist, það aldrei of seint að iðrast. En þó getur það verið þannig að sein iðrun sé ekki raunveruleg iðrun. Þess vegna skaltu iðrast í dag og biðjast fyrirgefningar og taka við fyrirgefningu Jesú Krists. Hann mun ekki vísa þér frá.